Baldur, ég nokkuð vissum að þú ætlaðir að taka þetta í oddaleg. Hvað vantaði upp á ykkur? Já, bara svona eiginlega eins og alla seríuna, bara vantar varnarleikinn og þeir náttúrulega skora bara allt of mikið á okkur og einhvern veginn náðu bara ekki að finna svör í að stoppa á og þeir bara gerðu hrikalega vel. Liggur kannski svona skýringin á því að ná ekki svörum og það poppar alltaf einhver nýr upp. Björn Kristjáns í kvöld með einhvern fáránlegan leik, var alltaf búinn að sjást í þessari seríu. Já, þeir eru náttúrulega breiðir og með marga menn sem geta gert alls konar hluti og en í sjálfu sér það er náttúrulega bara, við þurfum að gera betur varnarlega til þess að vinna þetta lið og við gerum það ekki og því fór sem fór. Já, en hann, Bjössi, með svona þann sagan dálítið vera þannig, því virtust alltaf vera stutt undan, virtust vera að ná svona mómentin yfir til ykkar, þá kom hann með einhvern fáránlegan þrýstur á miðjun nánast. Já, hann neldi okkur niður aftur og gerði bara frábærlega vel og bara sýndi að hann ætti kannski að fá fleiri mínútur í þessu liði eftir að vera að fá mörgum leikinn. Það eru Kínu, ég spurði það því eftir annan leikinn, hann svona virkar ekki heilsu en það væntanlega sást heldur betur hér í kvöldið og munar minna. Kínu reynir alltaf sitt besta og gefur allt í leikinn og þvílíkur stríðsmaður og ég bara, hann eina ástæðan fyrir að við erum komin í undanúrslit og bara reisastór ástæða fyrir því og ég bara ekkert annað en þakklátur fyrir allt sem hann hefur gert hérna. Þótt að svona hausinn á honum hafi kannski dottið aðeins hafa til lokin ásynningisvilla og svo tæknivilla en þetta var farið kannski. Menn vilja bara ekki tapa og þetta er stríðsmaður sem hefur engan áhuga á að tapa og stundum fer þetta svona. Þú munt væntanlega halda áfram með þetta spúkninglið Þórs, er það ekki? Jú, ég reikna með því. Og sami mannskap bara og bara gera betur á næsta ári? Já, það er bara full að vera áfram. Ert þú jafnvel bara þjálfari ársins? Ég væri það að við myndum fara alla leiði hérna og klára atriðið en bara sá sem vinnur apparatið, hann hlýtur að vera þjálfari ársins. Og að lokum, hverjir verða Íslandsmeistarar? Var þetta ekki bara úrslitarimman hér í kvöld? Það er spurning bara, þetta verður liðið með mestu orkuna að klára þetta. Flott, takk.